Úlfar minn sæll og blessaður. Nú ætla ég að segja sögu landsins hans pabba og hann keypti það 1932 og átti það alla tíð og við erum búin að erfa það og það er fyrir eitt hús en þið er náttúrulega 3 strákarnir en ég vil ekki láta að fara á ættinni og pabbi var eins og búin að byggja hana, bara byrja að byggja kofa hana upp á hæðinni og það fauk allt í burtu og svo voru þau mamma og hann með okkur krakkana í tjaldi þarna í einni fínni lautinni en svo skildu þau og svo það var ekkert úr því en svo seinna meira þá byggði hann með Vigdísi, lét Vigdísi systir sína hafa landskika og þau byggðu svona parhús og voru voðalega hamingjusöm og pabbi alltaf að gróðursetja og Vigdís með voðalega sætt inni hjá sér svona dulleri og flott og það var maður sem pabbi þekkti sem sendur á landi sem hét Ólafur og hann er móðbróðurinn að Lillu og hann var svo heppinn, hann giftist konu sem átti, foreldrar hennar áttu þessa jörð skógi vaxna jörð alveg og fyrst til að byrja með þá var nú lítil sala í þessu en svona nokkri ríkir kallar þeir röðu sér niður við vatnið það var einhverju 5-6 kallar svona ríkir kallar og svo var pabbi næstum að sem fekk sko altså fyrir ofan vatnið og þetta er orðið voða mikið svirði í dag og er orðið voðalega mikið gróður samt og falleg. En hérna, nú verður þið bræðurnar bara að spekla hvernig vil ég hafa þetta því ég vil ekki láta það fara úr ættinni. Finnst það ekki rétt hjá mér? Jú, heldur betur, þetta er alveg einstæður staður. Þetta er alveg einstæður staður og voðalega fín laut, ekta sólbadslaut og svo er hægt að hafa húsið byggt upp í hérna brekkuna og þá sést bóðstaflega alla trissur. Hekla og Skjaldbreið, það er ekki Skjaldbreið sem er þetta hjá Þingvöllum, Herðubreiðið fyrir norðan, Herðubreiðarlindir. Svo ég vil alls ekki að láta að fara á ættinni svo þið verður einhvern veginn að samla ykkur með þetta. En það er bara fyrir eitt hús og það er tæpur hálfur hektar í stykkið. Jæja. Já, Óli fékk landið þannig að pabbi lét hann hafa Vigdísar helming og ætlaðist þess að hann keyrði sig þarna austur. En Óli hafði engan áhuga á landinu en svo voru tilbúinir að fá þetta sem svona Haukur var þá lifandi og 2 mánuðum seinna þá er hann dáinn. En það var búið að gefa honum heilmiklar innréttingar og hann var kominn með það í bústaðinn og ætlaði að fara að taka þetta í gegn. En þá var svo óheppilegt að hann dó bara eftir 2 mánuði svo það var aldrei neitt úr neinu. Óli misti áhugann á öllu. En hann á ekki nema 200 fermetra á land í kringum húsið og við öll sömur erfingjarnir eigum aðgang að keyra inn þar sem að hann hafi sína keyrslu. En það þarf alltaf að búa til veg þarna frá vegspottanum og að landinu. Það er að búa til veg og bílastæði. Og ég þekkti vel dóttir þessa Ólafs og hún var vinkona mín og hleypum aldrei ég. Og ég var eins fenginn í gamla daga þegar ég var stelpa til að vera selskapsdama hjá henni við Álftavatn. Því að Ólafur var beðinn að selja hús því að það voru 2 börn sem var drukknað í vatninu. Og fólki sem átti börnin það gat ekki hugsað sér að vera þarna lengur og bað Ólaf að selja húsið. Svoleiðis að stelpunni leiddist að vera ein og ég var fenginn hálfgerð selskapskona með henni og þá er ég svo óheppin að það kemur sér rosalega jarðskjálfti.
og ég verð svo hrædd að ég skríði upp í rúm til hjónanna en stelpan rumskaði ekki og svo það hefur verið voðalega mikið jarðskjálftahræðsla í mér. Svo var Eiríkur alltaf að tala í jarðskjálftana sem voru hérna í kringum aldamótin, var það ekki? 1800 og eitthvað, þannig að þetta er 1896 held ég. Og hann var smá krakki og þá hrundu kofarnir sko niður. En ég með innbyggða jarðskjálftahræðslu. Hún var svo rosalega hrædd þegar jarðskjálftinn kom ekki að jörðin myndi bara opnast og gleypa húsið og okkur með öllsömu. Og ég var nýbúin að gefa því kaffi með alls konar hlaði veisluborð, alls konar kökum og dótaríi. Og það var Erla og Óli og mamma hennar Önnu og pabbi hennar og eitthvað fleira. Við vorum sem sagt nýbúin að drekka kaffi og Anna og Þór voru gengin út. Við vorum öll inni og við hreyfum okkur ekki neitt sko, það er fyrir að maður átt að hlaupa út. En Þór og Anna sögðu að húsið hefði bara gengið í bylgjum. En það datt ekki neitt af skrautið sem ég hef verið með alla veggi, það hreyfist ekki neitt af því. Húsið hefði bara, af því það var staurum, þannig að það gengið til bara eftir skjálftana. Þau upptök skjálftans voru ekkert langt fyrir austan okkur. Hjá fjalli sem heitir Hestfjall og þú kannast ekki við það síðan varst að fljúga. How do you like it? Hérna, þú ert búinn að segja hvernig það var skipt niður í 4 hluta. Já, nei, alltaf þegar við fengum landið þá var það ekki alveg nógu stórt til þess að það var hægt að skipta í 4 hluta. En ég var pabbi þekkti hérna herstjóra þarna og ég talaði við herstjóran og hann leyfði okkur að skipta því í 4 parta af því þetta er svo gamalt og svo er konan hans líka frænka okkar. Hann segir alltaf þegar hann sér mig að ég gifti frænkuðinni og hann skellti bara fundi með hrefninni og þetta var samþykkt einróma. Þess vegna fengum við skipt í 4 parta. En það er raunverulega ekki lögleg stærð á fyrir byggingu því það á að vera hálfur hektari það má ekki vera minni en hálfur hektari fyrir hús. Ekki okkur passa það alveg, það er 1,5 hektari, þar eru 3 hektarar sko, það skiptist á 3. Og ég verð að segja Drífu þetta með landið þarna og hún virðist vera voðalega spennt, alls ekki láta selja það. Og ég er eins og ég vona að þið strákandi séu á sama máli og síðasti ræðumaður. En nú er það komið á teipið. Já, er þetta ekki gott bara? Jú. Eigum þá bara ekki að slúta það? Jú. Ekki nú vil ég senda einhverja kveðið til Kanada. Það er allir að horfa rugla núna. Já, ég byrði voðalega að heilsa öllu þarna og nú er ég hress og kátt og fann að kaupa alveg eins og vitleysingur. Þetta er gangi. Já. Já, ég fæ alltaf að kaupa því þegar ég hressist og þá vil ég bara kaupa bæði laust og fastu sem að ég vinkona segir. Og þá held ég bara við slúttum þessu bara.